Smæð samfélagsins, ég meina það hlýtur að hafa áhrif vegna þess að við erum alin upp í ákveðnu þjóðarstolti og þjóðarrembingi og að dásta sigrum og fagna yfirburðum okkar og það svona vera að keyra upp dálítið þessa andlegu stemningu og yfirburðastemningu. En þetta partur af þessu líka, að þjóðin, stór hluti þjóðarinnar fer í þessa átt, drifin áfram af forkólfum. Já, það vel hugsanlegt. Ég færi rök fyrir því að hugsanlega hafi engin þjóð meiri svona þjóðarsamsömun heldur en Íslendingar. Og þetta svona angiða stærra fyrirbæri sem bara almennt hópsamsömun og getur átt sér stað allt frá litlum vinahópum upp í stóra þjóðir. Og ástæðan fyrir því að Íslendingar hafa svona sterka þjóðarsamsömun liggur meðal annars í fæðinni og svona einsleitninni sem hefur einkennt okkur og ekki síst í okkar landfræðilegu legu. Við erum svona lítil þjóð út í Ballarhafi, aðskilin öllum öðrum þjóðum og svona okkar saga svona aðskilin öðrum og svo framvegis. Og þannig ég færi rök fyrir því að við höfum líklega upplifað okkur alla tíð sem að minnst kosti svona frábrugðin og svona aðskilin öðrum og kannski svona þegar okkur fara að ganga afskaplega vel, jafnframt aðri öðrum. Og þessi sterka hópsamsömun hefur líklega, þjóðarsamsömun hefur líklega þjónað okkur mjög vel í gegnum tíðina. Við stöndum saman, við fyrirgefum fólki sem við teljum að vinni með hagsmuni þjóðarinnar í huga, við fyrirgefum þeim smávægilegar revísjónir, við styðjum heilshugar við bakið á fólki sem við teljum að sé að bera hróður landsins víða og þetta kannski svona kristallast hvað svona augljósast í þegar íþróttamenn og tónlistamenn og framvegis með landvinninga erlendis. En þetta átti sér líka stað þá þegar íslensku viðskiptalandnemannir héldu í sína reisur. Við stundum heilshugar við bakið á þeim. Og það sem gerist með svona þjóðarsamsömun, neikvæða hliðin á henni sú að það verður til ákveðið gagnrýnisleysi. Við fyrsta lagi svona ákveðin hroki gagnvart þeim sem tilheyra ekki okkar hópi, út hópnum, sem eru þá aðra þjóðir í þessu tilviki, og svona lítil þolinmæði eða umberlendi gagnvart þeim sem að gagnrýna innhópin eða okkar þjóð. Þeir eru þá taldir vera að skemma stemninguna og svona þeim að jafnaði þá kannski svolítið úthýst. En hvar stöndum við þá núna með við það að við erum að skoða þetta tímabil kannski frá 2000 til 2008 og nú erum við hugsanlega að fara inn í einhvers konar aðra markmiðadrifna hugsun eins og þú kallaði það. Við erum að skapa einhver aðra stemningu, nýja stemningu. Hvar stöndum við? Það hljóta að vera hættumerki þar líka. Já, sko í fyrsta lagi þetta hlutin að breytast ofboðslega mikið. Það kannski erfiðast að fingur eitthvað ákveðið. Rétt eftir hrun var mjög auðvelt að setja fingur á að pendullinn hafi sveiflast frá einhvers konar efnishyggju og ég veit ekki græðgi yfir í svona mjög mikla efnishyggju og bara trúa á það að við ættum helst öll að flytja upp á heiðarbíli. En þannig að þá var svona ákveðin hjarðhegðun í gangi sem ég þótti nú kristallast mjög skemmtilega í því að við vorum hreinlega komin í hjarðarbúningin og öll farin að klæðast íslenskum lopapeysum. En ég held að það hafi nú dregið svolítið úr því og svona eitthvað smá meira jafnvægi að komast þar á. En önnur svona kannski hjarðhegðun eða markmið sem fólk hefur núna að það mér vinsælt að trúa því að nú að við Íslendingar séum alveg ómögulegir. Að okkur séu ekki við bjargandi. Við kunnum ekki að ráða okkur sjálf, við kunnum ekki þetta, getum ekki hitt og svona það kannski heldur ekki alveg rétt, það má ekki gleyma því að okkur hefur nú gengið ágætlega og það áður en að útrásin hófst, þá voru þessi áðurnefndu mælikvarðar til vitnis það. Og ég svona kannski vara við því almennt séð að eitthvað farin að vera svona viðtekin skoðun, að þá eigum við að staldra við og hugsa að býttu nú við. Má vera að hér sé fólk farið með eitthvað ákveðið markmið það að fara að tína til upplýsingar sem að samræmist þessari skoðun og eitt dæmi sem að mér svolítið umhugað þessa dagana sem viðtekna skoðun að allir stjórnmálamenn séu ómögulegir og það fáist ekki gott fólk í stjórnmálum. Ég held að þetta sé sem betur fer vitleysa. Sjálf hef ég þekkt marga stjórnmálamenn í gegnum tíðina og það margt þið greindasta fólk sem hefur farið í stjórnmála mikilvæg hugsjón. Auðvitað misjætt söðrimörgu fyrir allt það. En ég held að annað dæmi það að stjórnmálinn sé ekki alveg ómögulegt og fáist bara ómögulegt fólk í það náttúrulega að stjórnlagaþingi. Þar buðu sig 500 manns fram
og margt mjög gott og greint afbragðsfólk. Þannig ég held svona að við erum að varast það að til dæmis í þessu tilviki að tala niður stjórnmálin. Það gerir alltaf okkur ekki gott. En tala niður og tala upp, það alltaf spurning líka, við töluðum upp ástandið og nú verið að segja tölum upp ástandið, tölum upp stemninguna, en svo einhver mörk í því. Hvað með bara traustið á stjórnmálunum? Ég meina, við áttum okkur á því að Alþingi sem stofnun, hún nýtur ekki traust nema, tæplega 10% þjóðarinnar. Hvernig hægt að ávinna sér traustið á ný? Já, það því miður ekki til neitt einfalt svar við því. Traust í rauninni, það vilji okkar að standa berskjaldaður frammi fyrir einhverjum öðrum aðila í þeirri trú að hann sé okkur velviljaður, sé áreiðanlegur, hæfur, heiðarlegur og opinn. Og rannsóknir hafa sýnt að Íslendingar treystu stjórnvöldum vel fram að hruni. Svona alþjóðlega mælingar sem borið saman öðru Evrópulönd, þá stóðu við mjög framarlega í trausti sem orðið komast. En málið að ég velti fyrir mér í dag á hverju þetta traust í raun og veru að byggði. Það vita það allir sem hafa verið í langtíma sambandi og hjónabandi að það traust ekkert vandamál þegar vel gengur. Traust ekkert vandamál þegar hjón eru saman í rómantísku sumarfríi á Spáni. Það ekki fyrir en að annað fyrir að glíma við erfið veikindi. Það virkilega fyrir að reyna á traustið, á grunninn í sambandir. Og það möguleiki að sama hafi átt sér stað í samskiptum þegnana við stjórnvöld. Vegna þess að hugsanlega byggðu trausti fyrst og fremst á, ég talaði áðan það velvilji, áreiðanleiki, hæfi, heiðarleiki og að viðkomandi sé opinn. Hugsanlega byggðist trausti fyrst og fremst á því að stjórnvöldur voru álitin hæf og áreiðanleg. Kannski ekki eins velviljuð, opinn og heiðarleg. En það vita það náttúrulega allir að það hefur verið loða lengi við íslensk stjórnmál að þessu klíkustjórnmál, fyrirgreiðslupólitík og menn séu fyrst og fremst að skara að sinni köku og sé ekkert sérstaklega opinn. Þannig að það má vera að þegar örrundi, þá var kannski ekki, var fólki ekki eins, stóð ekki eins mikið að baki stjórnvöldum og við heldum og mælingar gáðu til kynna. En á þeim tíma þurftum við ekki að treysta eins mikið á stjórnvöld, einfaldlega vegna þess að atvinnulífið fungerar ágætlega og það voru fleiri valda aðilar í samfélaginu heldur en bara Alþingi og stjórnmálamenni sjálfir. Nú þurfum við að treysta miklu frekar á þá varðandi uppbygginguna. Hvað með þá, fyrir þá að endurheimta traustið væntanlega við trúum því að þau vinni að einhverju sameiginlegu markmiðum líka. En það eru gagnrýnir allir innbyrðis, þau vinna ekki saman í hópum. Geta þau endurheimt traustið bara með aukinni samvinnu og sameiginlegri, sýn? Já, það er akkurat þetta sem ég að segja, að það svo athyglisvert að traustur hrundi ekki bara til Sjálfstæðisflokks og þeirra sem voru í stjórnmálastarfi heldur líka, nú ekki traust almennt til Alþingis yfir höfuð, hvar svo sem í flokki fólk stendur. Og þá held ég að koma þessum hinum grunnstöðum að trausti sem heiðarleiki og vera opinn og fólk trúi því að stjórnvöld séu almenningi velviljuð. Og leiðin til þess að sýna fram á það er bara gamaldags, má orðið komast, að það þarf bara að stjórnvöld þurfa að vinna fyrir opnum dyrum. Þau þurfa fyrst og fremst að það sem skiptir fólk mestu máli að ákvörðunarferlar séu réttlátir. Að fólk upplifi sem svo að hvernig ákvarðanir eru teknar sé sanngjarnt. Það skiptir oft miklu meira máli heldur niðurstöður ákvarðanir. Þannig að nú eru stjórnvöld náttúrulega kafna í verkefnum og þau eru að vinna sig fram úr staflanum og kannski telja sig ekki mega vera að því að vinna eins mikið í samvinnu með fólki, þau eru bara með verkefnalistu, þau trúa því að það sem þau eru að gera sé þjóðinni fyrir bestu. En þannig virkar bara ekki að byggja upp traust og sérstaklega ekki í stjórnmálum. Þú verður að gefa fólki, rödd, það verður að fá að hafa eitthvað máli að segja, vera með eitthvað input og kannski gefa þeim meiri tækifæri til þess að eða veri meiri bara samskiptum við það og heyra skoðanir þess en þá vantar oft leiðirna til þess. Já. Þarf að leita til fleiri, þurfa stjórnvöld að kalla fleiri til að hugmyndavinnu eða óttast þau einmitt að þá fari allt í kalda kola því að það koma ofmargar hugmyndir eða flækjumáli? Já, þetta er náttúrulega ekki kannski skilvirkasta leiðin svona til skemmri tíma litið að leita álits hjá mörgum. Það tekur langa tíma, en það er betra að vinna þessa vinnu í upphafi og heldur en að þurfa að fást við hana eftir á og fást við ónaðin almenning eftir á. Það getur vel verið að stjórnvöld sé að leita álits víða,
En að því stjórnmál og einu sem stjórnmál, þá þarf að auglýsa það rækilega. Það þarf að vera lýðnum ljóst að stjórnvöld sé að vinna fyrir opnum tjöldum. Það er ekki nóg að gera það, það þurfa allir að vita. En eitt vandamál sem þú bendir á, það eins og með bankana, hvernig þau réðu til sín starfsfólk. Fólk sem að þurfti nákvæmlega eða vann einhvern veginn að stemningslega að markmiðum bankans, að passaði vel inn, það var ekki krítískt heldur, var einmitt tilbúið til þess að svona falla inn í fjörið, við getum kallað það svo, og þetta snerist líka aldursskiptingu, kynjaskiptingu. Þetta eitthvað sem við þurfum að bara slík, að finna ekki alltaf bara þá sem okkur sammála eða eru nálægt okkur í aldri eða hugmyndum. Já, það er alveg gömul saga nýja að líkur sækir líkan heim. Og rannsóknir hafa sýnt að þegar við erum í hópi með fólk sem er líkt okkur, þá ganga samskiptin mörgulítið betur, eru þægilegri og okkur líður betur. En það er ekki endilega farsalaust þegar þarf að taka krítískar ákvarðanir. Og það er vitamál að fyrirtæki þróast oft í eina átt, þar að segja starfsfólkið sem þar vinnur. Einhver stofnar fyrirtækið með ákveðin gildi og hugsun ákveðin manneskja, svo manneskja laða síðan að sér ákveðið fólk sem hefur áhuga á starfi í slíku fyrirtæki. Síðan byrja kannski einhverju fyrirtækin að finna gildin sem eru við líði fyrirtækin ekki við og þá hættir það eða er rekið. Þannig að það myndar svona keðja sem við heldur sjálfur sér, þannig að smátt og smátt verður starfsmannaliðið einsleitara og einsleitara. Og þetta gerðist vitanlega í bönkunum, þar sem að mjög áberandi að þar störfuðu vel gefnir, vel menntaðir, metnaðgefnir en reynslulitlir og frekar ungir karlmenn. Og svona einsleitur hópur er líka í mjög mikilli hættu á að verða svona hóphugsunarbráð. Það myndast mjög sterk hópsamkennd, eða hópasamsömun eins og ég talaði um áðan, sem er ofsalega þægileg, það er gott að vera í þannig hópi, en þá aukast líkur á því að fólk segi ekki til vans. En á sama tíma þá að því að stjórnvöld þurfa til dæmis þegar að ráða til þessi sérfræðinga, bæði inn í ráðuneyti og inn í starfshópa, eiga þeir ekki einmitt að gæta þess að sem flestir með ólíkar skoðanir og hugmyndir komi þá þar til þess að gæta þess að þessi hóphugsun og einsleitni komi ekki fram. Það er gríðarlega mikilvægt, algjörlega, og það er bara ekki hægt að leggja nógu mikla áherslu á það. Og það er náttúrulega það sem ég færi rauk fyrir að hugsanlega átti sér ekki stað í bönkunum. Þannig að það var svo húrrandi stemning á svæðinu að enginn vildi eyðileggja stemninguna. Hleypum hverulöndunum að. Af því að menn eru alltaf einhverjum tíma hverulöndar, það er aðalega þeir sem að detta í 10 og 15% hópin sem eru svona sjá að það er eitthvað rámt í gangi. Já, við þurfum að hlusta svolítið á hverlandana og það er það sem hefur svolítið verið talað um núna og Páll Skúlason hefur talað um að við verðum aðeins að þjálfa þjóðina sem heild í að hlusta og ekki að draga fólki dilka bara byggt á hvaða stjórnmálaflokki það er hugsanlega tilheyrt eða frendið þeirra einhvern tímann verið á þingi fyrir annan stjórnmálaflokk, heldur þarf að hlusta á innihald sem fólk hefur að segja. Við megum bara ekki við öðru í svona litlu samfélagi. Rétt í lokin, styrkleikar okkar. Liggja þeir í smæði samfélagsins og hvernig getum við þá nýtt á? Já, þannig að sumt sem hefur ekkert breyst við hrunið og eitt af því er að við erum ennþá fámenn, samleið þjóð út í ballarhafi og í því liggja mjög miklu styrkleikar. Við hefum svona mjög sameiginlegt markmið að reisa við íslenskan efnahag og við viljum öll leggja okkar að mörkum til þess. Við erum velmenntuð og við erum, já það er klísja en ég held að sé sönn klísja, við erum dugleg, við höfum út af smæðinu, við þurfum að setja okkur marga hatta og gangi mörg hlutverk og ég held að með samtaka mætti og vilja og svona jákvæðni að snúa eins við þessari svona neikvæði markmiðadrifnu hugsun, þá getum við byrjað að klifra upp stigana á ný. Hulda Þórðardóttir, kærar þakkir fyrir komuna.